Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Mannlífið í fullu fjöri síðsumars á Suðurnesjum og framundan eru vinsælar bæjarhátíðir. En við hefjum þáttinn á mikilvægu innleggi í atvinnulífið á Suðurnesjum en framkvæmdir við nýja kísilmálmverksmiðju eru hafnar í Helguvík. Skóflustungað nýrri kísilmálmverksmiðju United Silicon í Helguvík á Suðurnesjum var tekin í vikunni við hátíðlega athöfn. Áætlað að framleiðsla hefjist á vormánuðum árið 2016 og nemi 21.300 tonnum á ári. Kostnaður við fyrsta áfanga 12 milljarðar en stefnt að því að byggja 4 áfanga á næstu 10 árum. 100 starfa verða til vegna framkvæmdana á næstu 2 árum og síðan einnig fjöldi starfa eftir gangsetningu verksmiðjunnar. Magnús Garðarsson, stofnandi og framkvæmdastjóri United Silicon, hefur unnið að verkefninu síðustu 7 árin sem nú orðið að veruleika. Ja, Magnús, þetta stór dagur. Þú ert búin að vinna mikið til þess að þetta verða veruleika. Já, þetta búin að vera langt og gott ferli, en stór dagur í löngu ferli. Við erum bara rétt að, núna byrjar alvöru vinnan, kannski pappirsvinnan öll búin, en alvöru vinnan að byrja núna. Var einhver tímann á leiðinni þar sem þú hélst að þetta myndi ekki ganga? Nei, en þetta gekk hægt í 2009 eftir kreppunum náttúrulega og svo fór þetta svona smá krókaleður á tímabilið en núna með nýju partnerum okkar frá Hollandi þá hefur þetta gengið mjög hratt. Hvað var það sem að gera það verkum að þetta gekk upp hjá þér? Það var eiginlega bara að finna réttu samstarfsaðilana, náttúrulega þurfti að klárast raforkusamningur, það gerist í vor og þá byrjaði þetta að ganga hratt sko. Svo það þarf að vera allir þessir svona hornsteinar þarf að vera komnir á sinn stað. Þú þurftir að finna nýja hluthafa, var það ekki? Við fórum partner með Fondel sem eru í dag og þeir eru mjög öflugir og góði partnerar, gott að vinna með þeim og svona evrópskir í huganum, svo það passar okkur mjög vel. Hverjir eru eigendur á þessu verkefni og á þessari verðandi verksmiðju? Já, þeir eru báðu tveir, sko, Austin og Doron og svo erum við hluti á hópum frá Danmörku líka sem á ágætust hlut í fyrirtækinu. Þannig þetta allt saman útlenskir aðilar í rauninni með ykkur? Já, við erum náttúrulega, partur á okkar hóp íslenskir náttúrulega þótt að við höfum búið í Danmörku. En við erum allt í allt núna orðnir 25 hlutafar, svo þetta ansi stór hópur. Og hvað gerist núna næst? Já, við höldum bara áfram að vinna. Við erum búin að vera að vinna síðan í lok maí og nú byrjar svona alvöru byggingaframkvæmdir að fara á stað. Við erum búin að vera að vinna í að klára lóðina og það hefur verið stór vinna. En hún eiginlega að lokast núna og þá byrjum við að byggja sjálf verksmiðjuna. Og þetta mikil og stór verksmiðja og mun skapa mörg störf? Já, þetta náttúrulega bara fyrsti áfangi af 4, svo við munum hafa 200-300 manns í vinnu á byggingatíma og svo 60 fasta starfsmenn þegar fyrstu ofnum fer í gang. Svo náttúrulega planið að við stækkum með fleiri ofnum og þá munum við á endanum vera 160 starfsmenn. Hvernig getur þú lýst fyrir okkur, hvernig fer þetta fram allt saman? Þetta rosastór ljósbogaofnur sem að bræður kísil og kolefni saman og það fer fram efnagreining þar sem að kísillinn tekinn úr kvartsgrjótinu og hann kemur svo út úr botninu og ofninum og mjög hreinn kísill. Þetta var mjög hrein hráefni og hrein kol og það má ekki vera neinn óhreind í þessu. Og það svo kísill sem var sendt til Evrópu sem hráefni í ýmsan iðnað, bæði í efnaiðnaðinn og í áliðnaðinn og í sólarrafhlöðu. Og þetta stór markaður fyrir þetta efni? Já, þetta stór og vaxandi markaður og það það sem að gera verkum að við getum byrjað svona heila nýja verksmiðju. Þetta stór fjárfesting upp á fyrsta áfengi, bara 12 milljarðar íslenskar krónur
og náttúrulega sem við stækkum í 4 ofna þá myndi þetta allt í allt verða cirka 30 milljarðar. Hvað með orkusamninga við næstu ofna? Er það búið að ganga frá því eða? Við erum með orkusamning núna fyrsta ofnin og það svona ákveðin vilyrði fyrir því að útvega orku líka fyrir ofn númer 2. En það þarf að bæta við samningin og það var vonandi auðveldara í annað skipti. Svo ég alveg viss að það tekst en það þarf að virka aðeins meira fyrir það. Hvenær er áætlað að framleiðsla hefjist í Helguvík? Framleiðsla mun hafast í maí 2016 og þá erum líka skuldbundin til að taka við raforkunni, svo við ætlum að ná því. Þannig að þú ert bjartsýnn á framtíðina núna eftir, við getum sagt að þetta sé búið að vera langur gangur. Þetta hefur verið mikið langt ferli en verkefni hefur þróast vel og alltaf batnað og orðið betra og betra, svo við höfum lært mikið á þessum mörgum árum og nú verkefnið komin í góðan farveg, það sem ekki hægt að snúa aftur, svo við ætlum bara að klára þetta. Hvað með aðkomu Reykjanesbæjar og aðalega á Suðurnesjum í þessu, hafa þeir reynst ykkur vel? Já, þetta hefur reynst okkur sérstaklega vel, stuðningunum frá Suðurnesjum hefur verið gríðarlega stór og við myndum ekki hafa náð hingað án stuðning, sérstaklega Árna Sigfússonar og ég treysti því alveg að heldur áfram með nýja bæjarstjórninni, svo það búin að vera mjög góð stuðningur og líka frá samfélaginu í heild sko. Og þið stefnið að því að vera mikil stoð í atvinnulífinu á næstu misserum? Já, við verðum eflaust það sko. Við ætlum að vera í mörg ár, svo við verðum bara partur af samfélaginu og munum vonandi vera jákvæður þáttur. Lókalstelpan í ráðuneytinu. Þetta stór stund fyrir þig eins og marga Suðurnesjamenn að hlutir að fara að hreyfast í Helguvík. Þetta er mjög stór dagur og einkar ánægjulegur bæði fyrir lókalstelpuna og lókalstrákinn sem að taka viðtalið, en líka bara fyrir okkur öll, fyrir þjóðina. Þetta er fyrsta stóra verkefni af þessu tagi eftir hrun og þetta er verkefni sem búið lengi undirbúningi. Við erum búin að sjá sorgir og sigra í þessu máli, þannig að þetta er stór dagur og ég hef þá trú að þetta sé fyrsta af mörgu. Það er búið að undirbúa þetta svæði vel af hálfu bæjaryfirvalda í Reykjanesbæ og það er á engan halla því ég vil nefna Árna Sigfússon sérstaklega í því efni. En við vitum að það er ýmislegt í pípunum og núna þegar þetta er komið, þetta er sálræn hindrun. Við erum farin að sjá eitthvað verða veruleika og það er það sem gerir þetta enn stærri í dag. Þetta er ekki enn einn undirskriftin. Hlutirnir að gerast núna. Þetta er ekki enn einn undirskriftin og ég vona svo sannarlega að þetta verði framkvæmd sem að mun klárast og verður hér komin í gagnið árið 2016. Fyrirtækið hefur trú á þessu, fjármögnunaraðilar hafa trú á þessu, það er búið að gera alla samninga, það er búið að aflétta fyrirvörum, þannig að öllu óbreyttu á þetta komast í gagnið og við trúum því og treystum og erum búin að vinna því hörðum höndum á mörgum vígstöðum til þess að tryggja það að það verði engar frekari tafir á þessu og þess vegna er ánægjulegt að sjá þetta byrja og fara af stað í dag. Og þetta hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á atvinnulífi sem að vissulega hefur það hefur verið erfitt ástandið eftir hrun sérstaklega? Það hefur verið erfitt atvinnuástand og þetta mun bæta úr því. Það eru 200 störf sem skapast á uppbyggingartímanum og svo 60 varanleg störf og svo vitum við líka afleitustörfin. Við vitum að það eru fjölmargir aðilar sem að fá störf í kringum svona stórverkefni, þannig að þetta er ekkert nema ánægjuleg viðbót og verður vonandi svona þungamiðja í okkar atvinnulífi til viðbóta við flugstöðuna. Þetta verður stór og stöndugur atvinnuveitandi sem er komin hingað til að vera. Það er vitað að það eru margir aðilar sem eru að skoða og hafa hafið undirbúning að rekstri hér í Helguvík. Geturðu sagt okkur eitthvað frá slíku? Já, það er fyrst til að nefna aðra kísilverksmiðju sem er Thorsil. Við erum búin að skrifa undir fjárfestingarsamning við þá. Þeir eru komnir aðeins skemur á veg en þeir eru að vinna hörðum höndum að því að setja upp sína starfsemi. Síðan eru önnur verkefni sem eru komin skemur á veg og eru kannski meira í samstarfi við bæjarfélagið. Það er búið að úthluta mörgum lóðum hérna. Þannig að það sem að mér finnst svo áhugavert og sýnir hugmyndafræðin á bakvið uppbygginguna á Helguvíkursvæðinu er það að það er verið að taka þessa hugsun líka út frá svona auðlindagarðspælingum
að hrat úr einni verksmiðju verður á hráefni annars staðar og það verið að leita eftir slíkum fyrirtækjum. Þannig ég hef trú á því að þegar þetta svæði verður fullbyggt þá verðum við með iðnaðarsvæði sem að verður laust við sóun, verður þar sem að orkan nýtt á umhverfisvænan hátt og við hjálpum hvert öðru, eða fyrirtækin hjálpa hvert öðru að standa sér sem allra best í þeim efnum. Þannig að við höfum eftir að sjá vonandi á allra næstu árum, vikum, mánuðum og árum þróun hérna á þessu svæði okkur öllum til heilla. Pétur, hvaða þýðingu hefur þetta svona tekjulega séð bara svona eitt svona stórt fyrirtæki kemur inn á svæði? Það þýðir mjög mikið fyrir okkur. Þetta snúa reksturum í góðan hagnað og við fyrir að geta skilað að fara að greiða niður skuldir okkar með tekjum sem koma þessu. Það koma árlega hafnagjöld sem hafa verulegt áhrif á rekstur hafnarinnar. Auk þess eru lóðagjöld og annað sem er í startinu sem að hjálpa okkur líka í að standa skila okkar plikt í skuldamálum og fleiri svona fyrirtæki eru bara að vinna góð og munu koma okkur á réttan kjöl. Hvað erum við að tala um marga milljónir eða 10 milljóna eða 100 milljóna hérna? Þetta er á aðra 100 milljón sem eru að koma árlega í tekjur okkur ára bæði formi hafnagjalda og fasteignagjalda og síðan í framhaldinu það náttúrulega fleiri fyrirtæki sem kom í kjölfarið og munu vonandi tengjast þess að við hugsa okkur efnagarð í framhaldinu sem að við nýta gufu frá þessum fyrirtækjum sem eru að koma í kísiliðnaði og það mun styrkja bara svæðið og gera það enn betra. Þannig að stóra skuldin hjá höfninni, verður hún horfin og komin í plús innan 5-10 ára? Ég myndi segja svona 10 ár þá erum við komin á góðan spöl og verðum að snúa þessu rétt við. Þessi uppbygging á þeim mun taka 10 ár og önnur fyrirtæki verða á svipuðu róli sem við erum með í farvatninu og við býðum náttúrulega eftir álverinu líka sem er verulegur þáttur fyrir okkur og þetta mun allt vinna saman og skila höfninni hagnað. Þannig að þetta er svona það sem er að gerast hérna núna, þetta er svona fyrsta skrefið í mörgum góðum sem að framöndan eru að koma. Já, þetta er eitt af þeim og vonandi ekki það síðasta. Komið sæl aftur. Framöndan eru 2 vinsælar bæjarhátíðir á Suðurnesjum en núna verður ljósanótt í Reykjanesbæ haldin í 15. skipti og við fræðumst nánar um það. En Sandgerðisdagar eru líka mjög vinsælir og við kíktum þangað við upphaf þeirra nú í vikunni. Segðu mér aðeins frá Sandgerðisdögum núna í ár. Hvað eru það að fara að gera? Herru, þetta er árlegu bæjarhátíð í Sandgerði sem er alltaf haldin síðustu vikuna í ágúst og við bara erum hérna með fjölbreytta dagskrá frá mánudegi fram á sunnudag og reynum að gera eitthvað skemmtilegt á hverjum degi og reynum að ná til sem flestra. Er þetta dagskrá bara frumkvæði heimamanna? Já, ég get nú ekki sagt í hvað skipti við erum að halda þessa daga en þetta er allavega komið yfir 10 ár og við bæði skipuleggjum svona sjálf nefndin sem er að skipuleggja en óskum eftir hugmyndum frá bæjarbúum líka. Eðlilega. Og hvað er á dagskráni hjá okkur? Herðu, í dag þá eru til dæmis Sandgerðisdaga göturnar að bjóða í partí. Það verður boðið upp á súpu og það er markastemning og svo verður einhver skemmtileg keppni á milli hverfana. Og svo er staðsti dagurinn á laugardaginn. Þá er bara dagskrá frá 11 morguninn og fram til 11 kvöldið, byrja með dorgveiði og endar með flugvöldssýningu og það er bara ýmislegt skemmtilegt í boði. Pollaböng, meðal annars alltaf kíkja á okkur, Skítamórall, Klassart, Jón Jónsson, þannig að þetta er æðislegt. Er það að fá mikið af gestum til ykkar? Já, við fáum mjög mikið af brottfluttum sandgerðingum heimsókn og svo náttúrulega fólkið af Suðurnesjum öllum. Og vonandi bara fólk allstaðar að höfuðborgarsvæðinu og fleiri, en jú, við fáum gesti í heimsókn. Þetta er eitt af markmiðunum er að taka á móti gestum. Segðu mér aðeins frá þessari lottugöngu, hvernig fer hún fram? Herðu, þetta er ganga fyrir fullorðna, eins og við segjum. Hún er ekki æskileg fyrir börn og þetta er svona söguferð plássið, þar sem að bæði Sandgerðingar og gestir koma í heimsókn og labba saman bæinn og hlusta á sögur bæði gamlar og nýjar hér og þar. Fyrirtæki í plássinu bjóða í heimsókn og stundum einstaklingar og fjölskyldur, boðið upp á súpu og ýmislegt annað sem kannski fólk kemst bara að sem að mætir í gönguna.
Það er kannski ekki endilega að tala í þessu göngu, það er farið með allt fólkið á vikt. Jú, það er farið á vigtina, hafnarvigtina og ég held að ef meðal þyngd hefur verið tekin að þá, svona hvað, ég held að vera miðað við 80 kíló á einstaklinga, þá er þetta svona 400 manns sem að mæta í gönguna, þannig að fólk verður bara að reikna í hina áttina til þess að komast að því hvað þyngdin er mikil. Og hefur gangan verið að þyngjast? Hún þyngist stöðugt. Meiri segja þó svo að það rigni eldi og brennisteini, þá er vel mætt. En þetta er náttúrulega bara samt mjög fjölskylduvæn hátíð þrátt fyrir kannski þessa lotugöngu sem er svona fullorðins. Jú, þetta er, við viljum að fjölskyldur skemmti sér saman og gera það á sómasamlegan hátt, þannig að þarna gefur kannski smá svigrúm til annars og því er vel stjórnað, þannig að en yfir heildina litið þá viljum við að fólk bara skemmti sér áfengislaust og fólk geti allavega verið saman í gleði sinni. Er fólk að safna sérna saman á tjaldstæðinu? Já, við erum með rosalega gott tjaldsvæði og góð aðstaða, en það er náttúrulega komið í lok ágúst og stundum dettur inn í september, þannig að þetta eru mestmegnis húsbílar sem er að koma, en það er yfirleitt samt mikið þá á svæðinu á þessari helgi og alveg þess virði að reyna tjaldsvæði. Þið skiptið hverfum hérna uppi í liti, er mikil svona keppni á milli hverfa? Já, það er keppni í bróðerni, en það eru sem skipt eftir litum gulur, rauður, grænn og blár. Við byrjum nú fyrstu árin að vera með alvöru keppni, en við slepptum því og þannig að núna bara er þetta allt gert í bróðerni og allir dásta hverfi hvers annars, þannig að jú, mjög skemmtilegt. Það eru margir sem koma að skipulagningu og að láta þetta gerast. Já, það eru ansi margir og þetta er framkvæmdaraðilinn er Sandgerðisbær með hjálp Kvennakórs Suðurnesja sem skipuleggur núna á hátíðina, en svo er þetta heimafólk sem kemur hugmyndir og ekki má gleyma öllum stuðningsaðilunum, fyrirtækjum bæði í Sandgerði og bara á Suðurnesjum öllum sem leggja sitt að mörkum, þegar allt kostar þetta peninga og við náttúrulega bara þökkum þeim öllum kærlega fyrir þeirra framlag og án þeirra myndi þetta ekkert gerast, sko. Já, nú komið það 15. ljósanóttinni. Hvað ætlar að bjóða okkur upp á núna? Já, það hefði kannski enginn trúað því fyrir 15 árum að við værum enn að sækja í okkur veðrið 15 árum síðar. En
Á þessum 15 árum að þá hefur náttúrulega ýmislegt slípast. Við höfum haldið góðum viðburðum áfram og kannski stækkað þá og gert meiri, sleppt úr því sem minna merkilegt var. En svo skemmtilega áhersla sem við lögðum strax á í byrjun að gera ljósanótt, menningar- og fjölskylduhátíð Reykjanesbæjar að öðruvísi bæjarhátíð var þessi menningar áhersla sem við vorum með. Og hún hefur ekki minnkað og að ganni þá var ég að taka saman nokkra tölur af vefnum í dag og þar kemur til dæmis fram að það eru 120 manns á öllum aldri sem eru með sýningar á tæplega 30 stöðum í bænum. Það eru 170 manns sem koma fram með tónlistaratriði á það bil 25 stöðum og þar að það eru 15 íþróttaviðburðir allan bæ yfir helgina. Plús náttúrulega öll leiktækin, allur maturinn, öll tilbúðin í verslununum og svo framvegis. Þannig að þó ég segi sjálf frá þá held ég að þessi áhersla á að alla þessa myndlist og alla þessa tónlist geri ljósanótt að öðruvísi bæjarhátíð heldur en aðrar hátíðir í landinu. Kannski helst menningarnótt í Reykjavík sem við gætum svona borið okkur við. Þetta er óskaplega stór hópur sem kemur að ljósanótt hverju sinni og margt af þessu fólki höfum við verið að vinna með árum saman. Björgunarsveitinni, slökkviliðinu, lögreglunni, allskyns menningarhópum, íþróttafélögunum, tómstundahópunum og svo framvegis. En mig langar svona sérstaklega að minnast á 2 forkólfa sem gerðu nú sitt til þess að gera ljósanótt af því sem hún er. Og það voru annars vegar Steinþór Jónsson sem er náttúrulega upphafsmaður ævintýrisins og svo ekki síður Ásmundur Friðriksson sem kom inn með miklum krafti á sínum tíma. Og við sem stöndum að þessum verkefnum í dag, við erum svona kannski ekki bara að reyna að halda í horfinu, auðvitað erum við alltaf að reyna að gera betur en við höfum mjög góðan grunn að byggja á. Nú er þetta 15. ljósanóttin en er eitthvað nýtt hjá ykkur núna? Já, við erum að opna nýjan vef í tilefni afmælisins og svo má nú segja það að suma þessum gömlu atriðum verði ný á hverju ári, eins og til dæmis setningin okkar þegar við fáum nýju börnin, litlu börnin við skólan, við Myllubakkaskóla. Árgangagangan er líka eilíflega ný. Við erum alltaf að fá fleiri og fleiri nýja gesti og þeir sem ekki tilþekkja árgangagöngunar þá er það þannig að á laugardeginum þá göngum við öll, við hittumst öll fyrir framan það númer á Hafnargötunni sem segir árgangsnúmerið okkar. Ég til dæmis fer fyrir framan Hafnargötu 55. Þar hitti ég mína gömlu félaga og nýja og við göngum saman niður Hafnargötuna. Og Lúðrasveitin hefur alltaf stjórnað þessu með pomp og prakt og venjulega höfum við fengið núna síðustu árin, þá voru vorðin svo mörg, að við höfum fengið gesta Lúðrasveitir og vonandi verður það líka núna í ár. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið, hvetjum við áhorfendur til að senda okkur ábendingar skemmtilegt efni sem að gæti átt heima í þættinum. Á vef Víkurfrétta www.vf.is eru ferskar fréttir alla daga vikunar. Við þökkum fyrir okkur, veriði sæl. Nú er alveg gerin huge greiðar, allar hendur í loft og svo klappum við á staðnum, Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is